við hjá Arkur höfum gert greiningu á fasteignamarkaðnum og erum að skoða í henni stöðu og horfur á fasteignamarkaði eins og það blasir við okkur núna í október. Þessari greiningu skiptum við upp í 6 hluta, auk inngangs. Við förum aðeins yfir stöðuna á fasteignamarkaðnum, þróunina og lýðfræðina. Síðan skoðum við aðeins framboðið, það er hvaða fjárfestingar hafa verið á síðustu árum og hver er þörf á næstu árum. Við lítum yfir eftirspurnina sem ræðst meðal annars af því hvernig íbúafjöldi kemur til með að þróast og þá aldurssamsetning íbúafjöldans og spárum það. Þá er það spurningin það hvernig íbúðir við þurfum og hvaða væntingar íbúar hafa næsta húsnæði þegar við flytja. Og þessar væntingar höfum við reynt að meta með því að gera spurningakönnun þar sem við spyrjum í raun og veru íbúana út í það hvers konar íbúð þeir vilja flytja í næst þegar þeir færa sig til. Við fengum Gallup þar til liðs við okkur til þess að framkvæma þá könnun og fengum síðan Intenta til þess að smíða fyrir okkur tól þannig að það mætti greina niðurstöðurnar og þeim sem vilja greina frekar gefst tækifæri á að gera sína eigin greiningar með að fara inn á heimasíðuna hjá okkur og skoða niðurstöðurnar. Væntingar íbúanna eru eitt og geta þeirra til þess að fjárfesta er svo annað og þess vegna metum við aðeins greiðslugetuna og þá greiðslubyrði sem er af íbúðum og að lokum að þá bætum við samspili samgangna og búsetu þar sem við skoðum aðeins hvaða áhrif það hefur á íbúðaverð, hversu langt það er til vinnu og skóla. Ef við vindum okkur í þetta og við förum kannski tiltölulega hratt yfir hér en bendi á að skýrslan er aðgengileg á heimasíðuna þar sem þið getið þá farið í gegnum hana. En skoðum fasteignamarkaðinn að þá eins og þið vitið þá hefur hann verið mjög líflegur á síðustu árum. Hér höfum við sett upp eitthvað 12 línurit sem eiga að sýna það hvernig breytingin er ár frá ári og við sáum að það er á sama tíma í fyrra, semst janúar, að þá er aukning, febrúar aukning og svo heldur það þannig áfram. Janúar, febrúar, mars er aukning á milli ára. Það er hins vegar minnkun í apríl, maí, júní en síðan hefur verið stöðugur vöxtur á viðskiptum á markaði. Og samkvæmt nýlegum mælingum þjóðskrár að þá stefnir í met núna í september í viðskiptum. Borgarstjóri fór aðeins yfir þessa mynd áðan en það er mjög athyglisvert hvernig þessi skipting er á milli þeirra sem hafa átt í fasteignaviðskiptum áður og aftur hinna sem eru að kaupa í fyrsta skipti. Hlutur þeirra sem eru að kaupa í fyrsta skipti er stöðugt að aukast og núna á fyrstu 6 mánuðum þess árs eru 29% viðskiptanna fyrstu kaup. Það tekur það bil 2 mánuði að ganga frá kaupum og sölu frá því að eignin er auglýst og þangað til hún seld. Það er líka mjög athyglisvert að skoða svona mismun á milli hverfa og við erum mikið að skoða það í skýrslunni hvernig einstök hverfi er að koma út og ef við skoðum þessi hverfi, það er sem sagt við tökum þarna Miðbæ, Vesturbæ, Austurbæ, Árbæ, Graf og Grafarholt og svo Breiðholt að þá er árleg hækkun mest í miðbænum og við erum að skoða tímabili frá 1990 fram til 2019 að þá hefur árleg hækkun verið 3,7% umfram verðlag í miðbænum. Vesturbærin og Austurbær í sjálfu sér koma þar næst en þetta hefur ekkert alltaf verið svona því að það var minni munur á milli hverfa heldur en að nú er og það er í raun og veru var það þannig að miðbærin var í sjálfu sér ekki eins vinsæll og Breiðholtið í sjálfu sér í upphafi tímabilsins en það hefur breyst talsvert. Það sama er í sjálfu sér ekki hægt að segja leigu
leiguverð. Leiguverð hefur ekki alveg þróast eins og kaupverðið, þannig að það í sjálfu sér minni munur á milli hverfa og eins á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins á því hvert leiguverðið Og það sést svolítið á því þegar að þessi leiguarðsemi skoðuð. Það sem sagt í raun og veru hvað þú getur haft mikið út úr leigunni. Þá leiguverð deilt bara með kaupverði eignar og við sjáum að það fylgir í raun og veru þessi arðsemi, hún mismunandi á milli hverfa líka, sem segir okkur það að leiguverðið líkara á milli staða heldur en kaupverðið. Og það í sjálfu sér ekkert óeðlilegt. Kaupverðið, það meiri áhætta í því að festa sér eign heldur en að leigja eign í skemmri tíma. Og ef við skoðum aðeins framboðið, fjárfestingar á síðustu árum og þörf á næstu árum, það má sjá að íbúða fjárfesting hefur verið yfir meðaltali á síðustu árum og meðaltali 4% af landsframleiðslu, en hún hefur verið talsvert yfir því núna frá 2017, en það merki að það sé að dragast saman og við sjáum það kannski á þessari glæru hér. Og ef við byrjum á hægri hliðinni þá sjáum við að fullgerðum íbúðum, þeim hefur fækkað, það sem sagt íbúðarhæfum íbúðum, þeim hefur fjölgað, sérstaklega á árinu 2020, þannig að við erum að fá 1100 íbúðir inn á markaðinn á þessu ári og nota bene, þetta í raun og veru bara fyrstu 9 mánuðir ársins, þar sem þetta telur ykkur 5 daga á október. Og þarna sjáum við verulega aukningu ár frá ári, frá því að eins og Dagur sagði áðan, 10 íbúðir þarna 2010 upp í 1100 íbúðir á 9 mánuðum 2020. Nú, ef við horfum hins vegar á það hvernig pípan hvað á leiðinni, að þá hefur dregið úr fjölda íbúða í byggingu. Það eru færri sem sagt í byggingu núna heldur voru í fyrra. Og eins útgefin leyfi eða þær íbúðir sem hafa framkvæmdaleyfi og hefur verið úthlutað til byggingar, að þeim að fækka. Að meðaltali hefur hins vegar verið meira í gangi á árunum 2015 til 2020 heldur en áður. En þetta merki það að það dragi aðeins saman og það í sjálfu sér má einnig sjá á þessari mynd, þar sem við höfum svona kannski hort á tölurnar út frá fjölda íbúa í Reykjavík og nágrannasveitarfélögunum, en það má út af fyrir sig færa rök fyrir því að meðaltali eigi að hækka með því að íbúum fjölgi, og það viljum við meina að við tökum tillit til með því að setja þetta fram með þessum hætti. En það svolítið athyglisvert þegar við horfum á þetta að uppbyggingin í Reykjavík hefur verið svona tiltölulega stígandi, þó að hafi verið verulegur vöxtur núna á þessu ári og stefni vöxt á næstu árum, að þá hefur hún verið meira kannski rokkandi hérna í nágrannasveitarfélögunum og mikil uppbygging akkurat í nágrannasveitarfélögunum á árunum fyrir hrun, sem var aftur ekki eins áberandi hérna í Reykjavík. Nú, það fleira sem hefur út af fyrir sig áhrif á það hvað margar íbúðir í boði. Það hvernig það eru notaðar. Með uppvexti, með vexti í ferðaþjónustunni og þörf fyrir þjónustu við ferðamenn, þá hurfu af markaðnum íbúðir sem fóru þá í Airbnb. Þessar íbúðir eru núna í samdrættinum að fara tilbaka og okkur sýnist tölurnar segja okkur það að frá því september 2018 65% minna framboð af íbúðum á markanum heldur en aftur núna í september á þessu ári. Og þessar íbúðir fara eitthvað og í einhverja þjónustu og við sjáum á næstu glæru að það virðist hafa einhverju leyti skila sér í auknum fjölda leigusamninga. En þá það líka spurningin hvað gerist síðan þegar vonandi ferðaþjónustan fer af stað aftur.
að þá höfum við líka séð það að framboð hótelherbergja hefur aukist verulega á síðustu árum. Ef við horfum alveg til 2013 þá er það 64% aukning ef við teljum bara á hótelherbergi og svo hótelíbúðir. Þá er 64% aukning á tímabilinu og töluvert í pípunum af herbergjum á leiðinni. Þannig að það verða fleiri herbergi sem að mæta þá aukningunni eða vextinum aftur þegar hann verður vonandi. Nú hér sjáum við þessi áhrif, það dróf talsvert úr gerðum leigusamningum frá 2014 en hefur núna verið aftur að aukast. Nú þá er það spurning hvort að borga sig að byggja íbúðir yfir höfuð og við höfum gert samanburð á milli ára þar sem við skoðum byggingarkostnaðinn, hvort heldur með eða án lóðar og bætum svo lóðinni við og áætlum fyrir fjármagnskostnaði og þannig fá út áætlaðan byggingarkostnað við hverja íbúð eða á hvern fermetra. Og þessum myndum hér erum við að sjá að fjölskyldumynstur hefur breyst töluvert á svolítið löngu tíma kannski, en samt ekki. 98 erum við að sýna þessa þróun frá til 2019. Og við sjáum að einstaklingum í íbúð er að fjölga, sambúðarfólki með börn fækkar hins vegar og ef við horfum til þess að þá sjáum við að íbúum per íbúð hefur verið að fækka. Við höfum verið með þessar tölur íbúar per íbúð ekstar í kringu 2,5 og hefur verið að fara niður í 2,4 og lægst var þetta 2,36 en í nágranna löndunum er þessi tala töluvert lægri þannig að það er eitthvað sem segir okkur það að þetta geti jafnvel þróast neðar sem myndi setja gríðarlegan þrýsting á uppbyggingu fleiri íbúða. Við erum hins vegar að gera ráð fyrir því að þetta verði á svipuðu róli og síðustu ár í okkar útreikningum á því hver þörfin er. Nú annað sem er áberandi er að fólk byrja seinna að búa og eitt sá þáttur sem hefur kannski haft ekki hvað síst áhrif á það hvort fólk fer að heiman er barneignir og við sjáum að pappa og mamma eru núna svolítið eldri þegar frumburðurinn fæðist, 30 ára og 28 ára en var fyrir 30-35 árum síðan 25 og 22 ára. Þannig að það er þessi þróun sem að hefur orðið að við förum seinna að heiman. Öllu heldur börnin. Nú, hér sjáum við síðan sömu glæru og Dagur tók áðan, það er sem sagt þörf fyrir 2100 íbúðir sem væri hægt að fylla með 1000 íbúðum á ári á næstu 5 árum ef áætlanir ganga eftir. En þessa þörf metum við þannig að við skoðum sem sagt fjölda íbúða eins og það er í upphaf árs 2020, hvað þarf mikið af íbúðum til þess að uppfylla þarfir 2020 og 2021 og skoðum svo hvað er á leiðinni. Það eru 1100 íbúðir 2020, það eru 930 2021 og svo gerum við ráð fyrir því að 500 íbúðir haldi áfram hverfi alfarið af Airbnb-markanum og þá setjum við eftir með ólista þörf upp á 2100 íbúðir. Þetta er þetta svona pluss mínus en þessari þörf mætti ólistu þörf mætti mæta með því að fjölga íbúðum 1000 á ári í 5 ár. Og hvernig húsnæði erum við þá að gera ráð fyrir að við þurfum að byggja og við gerðum þessa könnun með meðalíbúa og fengum svör við þessu sem við reynum að lesa í og fólk vill í auknum mæli búa í Reykjavík áfram þegar það flytur næst og við sjáum hérna á tölunum á bláu sölunum hægra megin að 2013 svöruðu 80% því til að þeir vildu næst búa í Reykjavík þegar það myndi flytja, 73% 2016 og svo fór þetta niður í 68% 2018 en það er aftur komið upp í 80% sem að
hefur þá náð fyrri hæðum. Nú, Reykvíkingar vilja búa nær miðbænum heldur fjær og það á eins við íbúa nágrannasveitarfélagana sem kjósa það að búa í Reykjavík næst þegar þeir flytja. Þeir vilja búa í 105, 107, miðbærinn ekki alveg eins vinsæll þar og meðal Reykvíkinga. Nú, leigutakar og þeir sem búa í foreldrahúsum eru líklegri til flutninga. Þetta svo sem í samræmi við það sem við kannski eigum von á. En það eru litla líkur á því að næsta húsnæði verði leiguhúsnæði. Nú, við viljum frekar fjölga herbergjum og nota bene hér alltaf verið að tala svefnherbyggi. Þannig að 2 svefnherbyggi eru væntanlega 3 herbergja íbúð. Við erum frekar að leita að fleiri herbergjum heldur en fermetrum og þannig að áherslunar eru ekki minna heldur en 2 svefnherbyggi. Þeir sem hafa verið að greiða hvað minnst af íbúð gera ráð fyrir að það muni hækka þegar þeir flytja, en þeir sem hafa verið með svona hæstu tölurnar gera hins vegar ráð fyrir að næst þeirra kaupið á muni að lækka. Og skoðum þá aðeins hvernig greiðslubyrðin og greiðslugetan hefur verið að þróast. Hér höfum við tölur ráðstöfunartekjur og á þessari síðu erum við með ráðstöfunartekjurnar reiknaðar þannig að við erum ekki með vaxtagjöldin inni. Það breytist síðan á næstu glæru. En ráðstöfunartekjur á föstu verðlagi, þær hafa hækkað ár frá ári og það er svolítið gaman að horfa á það ef þið horfið í norðvesturhornið, efstu myndina til vinstri, að þá hafa ráðstöfunartekjur verið að hækka með aldri fram að svona 45-49 ára, en eftir það haldast þær tiltölulega stöðugar. Þetta var ekki svona, ef maður skoður þetta langt aftur í tíman, þá fóru það hratt niður aftur eftir að þær voru búin að ná hámarki. En nú virðumst við geta haldið tekjum út starfsævina og fallið er ekki eins mikið og áður var þegar henni lýkur. Nú, við höfum ekki náð ráðstöfunartekjum 2005 ennþá, eða áran á öllu heldur fyrir hrun, 2005-2007, en erum þó að mjakast upp á við á milli ára. Nú, í suðausturhorninu sjáum við mynd sem sýnir vaxtagjöld til íbúðakaupa, hvernig þau hafa verið að þróast. Vaxtagjöld voru 5,2% fyrir hrun, en fóru upp í 8,7% og hafa síðan verið að lækka ár frá ári og eru núna komin í 5,6% á síðasta ári öll heldur. Og með lækkandi vöxtum má gera ráð fyrir að þetta hlutfall fari niður áfram. Þannig að kaupgetan mun aukast. Ef við skoðum síðan bætum vaxtagjöldunum við, þannig að við eigum bara eftir að borga íbúðaverðið sjálft, að þá sjáum við að íbúðaverð hefur hækkað verulega að raungildi ár frá ári og frá 2010 hefur það hækkað 20% ríflega. Og það tekur okkur 102 mánuði ef við notum öll mánaðarlaunin okkar til þess að borga af íbúð sem tók okkur 84 mánuði hérna 2010. Þannig að það tekur okkur lengri tíma að greiða fyrir íbúðina. Þetta er síðan mjög misjafnt á milli hópa, þannig að það tekur í sjálfu sér einstakt foreldri 2-faldan tíma á við hjón að greiða niður íbúð. Nú, heimilin hafa verið að færa sig frá því að vera með verðtryggð lán yfir í óverðtryggð lán í auknum mæli. Það mun gera þau viðkvæmari fyrir vaxtahækkunum sem að menn hafa svo sem verið að gera ráð fyrir að geti orðið eftir 1-2 ár. Sérstaklega þar sem að atvinnuleysi hefur verið að aukast og í atvinnuleysi ertu væntanlega ekki mikið að safna peningum til þess að mæta þá þeim skelli. En ef skellur verður í sjálfu sér, en þetta þarf allavega að vera milt til þess að heimilin í raun og veru ráði við þá aukna greiðslubyrði.
Að lokum ætlum við að fara aðeins yfir samspil samgangna og búsetu. En fólksbílum hefur jú fjölgað meira heldur en fólkinu eins og við sjáum á þessum myndum hér. Í upphafi þarna á hægri myndinni 94 þá voru 2,3 hvern fólksbíl en núna það komið niður í 1,3. Og flest erum við að fara á bíl í vinnuna eða í skólan. Við förum flest ein. Fá förum við í strætó en einhverju ganga og 10% fara á hjóli, hlaupahjóli eða rafhlaupahjóli. Þessu er svolítið, þetta er svolítið mismunandi eftir því hvaða hverfi á í hlut. Við sjáum að miðbærinn eða vesturbærinn, þar eru fæstir sem eru að fara á bílnum. En svo aftur þegar við nálgumst efri byggðir og í raun og veru þegar við erum komin í póstnúmer 104 að þá eru nánast allir konur á bíl. Miðbærinn virðist liggja best við bíllausum lífsstíl. Við sjáum að það er eiginlega eini blá liturinn sem við fáum þarna á kortinu. Þar er engin bíll, það er 20% þeirra sem búa í miðbænum sem svaraði til að þeir eru ekki bíl. Þannig að hann virðist henta best. En það er athyglisvert að skoða eins, einmitt það sem að kom fram hér áðan, það er hvernig samspil búsetu og húsnæðiskostnaðar er. Að við sjáum á línunni þarna, það er sem sagt ferðalagið í vinnu eða skóla. Og ferðalagið það lengist eftir náttúrulega sem að í efri byggðir kemur og þar lækkar fermetraverðið á fasteignum. Þannig að þetta virðist að einhverju leyti svara með lægra fasteignaverði að þú þarft að ferðast lengra til vinnu. Þannig að við metum það að vera nálægt vinnunni. Og ef við drögum saman kannski í örfá punkta að þá er athyglisvert að fyrstu kaupendum þeim fjölgar ár frá ári. Það er uppsettum þörf en hún er að minnka. Mikil uppbygging í Reykjavík á síðustu árum. Íbúar eru frekar að leita eftir herbergjum en fermetrum og ráðstöfunartekjur hafa aukist en það tekur okkur lengri tíma að klára að greiða upp íbúðin okkar heldur en áður. Og vegalengd til vinnu hefur verið að svara eða sem sagt henni er svarað með hærra kaupverði nær vinnu. Nú mun íbúðaverð á næsta árum hækka eða lækka, hver mun þróunin vera? Okkar mati er að það er ennþá óuppgerð þörf á markaðnum. Það eru fleiri í hverju íbúð hér heldur en í nágrannalöndunum. Það hefur verið mikil eftirspurn, vextir hafa verið lágir, hlutdeildarlán munu styrkja eftirspurnina þegar þau eru að koma inn núna. Og það er útlit fyrir að nýbyggingum frekar fækki en hitt. Þannig að það er í sjálfu sér ekkert sem segir okkur það að verð geti verið að lækka á næsta árum. Eða á næstu misserum allavega. Takk fyrir. Takk fyrir það, Þröstur Sigurðsson frá Arcur. Þetta var glæsileg samantekt hjá þér og svona gott að fá svona niðurstöðurnar í lokin með helstu punktunum. Það er hins vegar eitt sem ég langar að spyrja þig vegna þess að einmitt við höfum verið að fá upplýsingar alla þessa miklu uppbyggingu, allt í gangi á fasteignamarkaði, kaupverð er ekki að fara eða söluverð er ekki að fara að lækka allavega. Það eru góða fréttir fyrir marga. En sko hvað með bara þetta ástand sem við erum í núna og sérstaklega kannski þetta er höfuðborgin okkar og hér á að vera mikill ferðamannastraumur. Það eru mjög mörg hótel í byggingu eða nýopnu sem standa nú auð og með segja rótgróin hótel sem að standa tómið þessa mundir. Þetta hlýtur að búa til einhvers konar umfram eftirspurn eða eitthvað slíkt. Hvað svona, ef þú sérstaklega horfir á þetta með tilliti til ástandsins? Spurning hvort við erum að horfa kannski til lengri tíma eða skemmri tíma sko. Já. Ef að ástandið varir lengur, ég ætla ekki að segja COVID. Ok, gott. Ef ástandið varir lengi, þá má út af fyrir sig gera ráð fyrir því að menn fara að breyta og menn fara að reyna að finna önnur not fyrir til dæmis hótel og annað þvílíkt. En þess að þá menn get ekki setja upp með fjárfestingar á þess að fá nokkuð inn á þær. En ef að við erum að tala um skemmri tíma skemmri tíma ástand að þá myndi ég gera ráð fyrir því að
þetta haldið, þá muni menn í raun og veru bara bíða þetta svolítið af sér. Við getum út af fyrir sig hort á hótel sem að þurfa endurnýjunar við. Þetta er tækifæri til að horfa á þetta í raun og veru bara eins og þú sért með hótel í byggingu. Og það tekur eitthvað tíma. Og þá þarftu að bæti í vantarlega, þá auki fjármagn og allt þetta sko. En þegar að byggingin er tilbúin, að þá verður vonandi ferðaþjónustan komin í gang. Þannig að þetta er svona spurning hvort að þetta vari eða hjaðni aftur. Já, og þú getur kannski ekki svarað því hversu lengi ástandi var. Þú ert ekki það góður spámaður. Nei. En hérna við bara þökkum þér kærlega fyrir þessa góðu yfirferð.